Komið sæl, við erum mætt hérna á Sauðárkrók að taka upp leikritið á frívaktinni og ætlum aðeins að sjá hvað leikararnir og fólkið hefur að segja þetta. Komið með mér. Við skulum fara í búningsherbergið. Hér allt í fullum gangi. Það verið að sminka og eitthvað verið að undirbúa sig bara á nammi og svoleiðis. Ég ætla að reyna að ná tali á einhverjum hérna. Róbert, má ég tala við þig aðeins? Já, segðu mér aðeins frá þér, hvað ert þú að gera í þessu leikriti? Ég er að leika. Hvað ertu að leika? Ég leik sjómann og útgerðarforstjórann og einsakaldur eyjunum. Og hvernig leggst þið þig? Mjög vel. Þetta er búið að vera mjög gaman. Þú spenntið fyrir þessu? Já. Eru margir búin að koma á þessu sýningu? Alltaf fullt. Alltaf fullt. Róbert. Jæja, takk fyrir þetta, Róbert. Leitum að einhverjum öðrum. Jæja, fæ ég að tala við ykkur smá? Ég er voðalega lítið til að tala en skjóttu. Hvað ert þú að gera í þessu leikrit? Herðu, ég er að leika gamalt kerlingarskas, svolítið gamalt, sem er mjög skemmtilegt. Ég hef aldrei leikið svona gamla konu og fengið að vera svona róleg á sviðinu. Það er svona áskorun fyrir mig. Og þú ert svona allt múlig kona? Já, svona, já. Menntafólkslukona. Og svo bara fæddur bullari. Og tengirðu mikið við karakterinn? Já, að sumu leyti, gerir það. En þú, hvað ert þú að gera? Herri, ég leik hana Dísu Dús. Hún er þarna í síldinni og fiskinum og reykir rosalega mikið. Hvað getið þið sagt mér svona ef þetta lýsa hvað leikritið er Hvað er fólk að búast við? Lok síldaráranna. Þetta er svona saga sem gerist í smábæ, svona, hvað er þetta, sorgir og sigrar bara. Þetta er bara svona alls konar. Hvernig mannlífið var og svolítið bara breið flóra af mannfólki og allt bara svona þetta venjulega skilur þú veist bara kíkt inn á við svona hvað var að gerast í hverjum og einum skilur þú veist og já, svolítið erfitt að útskýra þetta eins og ég segi, ég er náttúralborn bullari. Ég ætla að segja, getur ekki bullar svolítið meira? Og til hvers er þetta leikrit? Þetta er til að skemmta fólki og gefa kannski yngra fólkinu líka sem ekki þekkir innsýn inn í hvernig þetta var. Þannig að sonur minn er að trufla mig þannig að hann er að glenna sig fram. Já. Svo er þetta líka bara, sko þetta tengir svo vel bara við hvernig lífið er. Þetta tekur á allri tilfinningunflórunni. Það eru erfiðleikar, það eru gleði, það eru sorgir, það er svekkelsi og svo kraumar undir niðri hjá sumum karakterum bara biturð og svekkelsi og sárindi og svona. Þannig að, já bara eins og það er bara öll flóran. Þetta er í okkur öllum, þessar tilfinningar, þessi reiði og ilska og ástin og allt, þú veist. Við erum með þetta allt einhvers staðar hérna, bara spurning hvað við gröfum þetta djúpt. Fullkomlega sagt. Ég veit það. Natural born bullari, ég heyri það alveg. Já, getur þú sagt mér aðeins? Þú heitir Margrét, eða? Ég heiti Margrét. Og hvað ert þú að gera í þessu leikrit? Ég er Lóa. Hver er Lóa? Hún er besta vinkona Daniels. Hver er Daniel? Hún er aðalhlutverkið. Hann er sem sagt það sem þetta er eiginlega leikritið. Og ég er sem sagt, já, besta vinkona hans. Desperately in love. En hann er bara ekkert með sömu tilfinningarnar. Myndið þú mæta á þetta leikrit ef þú er ekki að leika? Allan daginn. Af hverju? Ef að hlutverkið mitt væri, skilurðu. En þetta er bara lögin og allt í þessu leikriti er bara geggjuð og bara sagan og leikurinn sjálfur. Mér finnst þetta bara geggjað leikrit. Ég elska að vera í þessu. Af hverju ákvaðstu að vera í þessu? Af því að ég er búin að sakna svo mikið að leika á sviði og það er það skemmtilegast sem ég geri. Og hvernig er þessi tími búinn að fara í ykkur, myndirðu segja? Þeir eru búin að fá langan undirbúningstíma, ekki satt? Jú, ég er reyndar kom bara núna
Ég er nýkominn en ég er ekki búin að vera skilur allt ferli síðan að COVID byrjaði og það. En annars þetta bara búið að vera mjög fínt og við erum búin að standa okkur mjög vel og bara allt svoleiðis. Ég hlakka bara til að sjá þetta. Ég var reyna að ná einhverjum einum yfirbútt. Getur þú sagt mér aðeins? Já. Hvað ert þú í leikritinu? Heyrðu, ég leik Efemíu sem er konan Stjána Bláa sem er skipstjórinn á Aðalsteini Jónssoni. Og ég er mamma tvíburana líka. Og bara, já, ég er svona kvenréttindabaráttu kona og þetta er einmitt svolítið sérstætt á þessum árum, sko. Hún er alveg, já, sterkur karakter og alveg veit alveg hvað hún vill. Og hvað myndir þú segja svona tilgangur þíns karakter sé í leikritinu? Ég er svona, svolítið, ég veit það ekki. Hvað ger ég eiginlega? Ég er bara með honum Stjána og ég er svolítið drifkraftur kannski á bakvið hjá honum. Og já, ég er eiginlega bara svolítið að sýna hlið kvenna á þessum tíma kannski og bara sýna baráttuna sem var þarna. En svo bara, já, er ég móðir og eiginkona og húsmóðir og eitthvað. Og ert þú búin að vera í þessu allan tíma? Já. Og hvernig finnst þið svona að þið eru búin að hafa svolítið langan undirbúningstíma? Hvernig finnst þið það? Heyrðu, þetta er nú svolítið magnað þar sem að ég ætlaði að taka þátt í fyrra því að ég var að koma úr fæðingarorlofi og svo þegar við vorum að byrja núna að æfa þá komst ég að ég er ófrísk. Þannig að ég er komin 18 vikur í dag. Þannig að þetta er svolítið svona, búið að vera svolítið öðruvísi en þetta er alveg svo þess virði, sko. Þetta er bara búið að vera geggjað, bara frábært, sko. Takk hérlega fyrir. Þetta var nú skemmtilegt, fá smá innsýn inn í svona hugarheim leikara og hvað er eiginlega að gerast hérna á bakvið. En ef við ekki bara halda áfram. Ef við ekki bara kíkja upp og sjá hvað er að gerast uppi. Við heyrist þau eitthvað að syngja. Gæti þetta verið Ingi kannski?